Já, góðan dag og gleðilega hátíð. Og við segjum hann upprisinn og við líka, við erum upprisinn. Svo við eigum ástæðu til þess að gleðjast fyrir drottni. Ég ætla að opna þessa samverustund með orði úr Davíðssálmi 122. Það ágætis byrjun. Ég var gladur menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og það skulum allavega gera, við erum komin út úr okkar hreiðri og komin inn í hús drottins. Við gleðjumst og fögnum og njótum þess að vera í samfélagi við hann, því að það gott tilefni til þess. Minnast þess að hann sem dó fyrir okkur, að það var ekki bara það hann dó, heldur líka hann reis upp. Og nú komið að því að hann reis upp. Þeir spurðu hann á krossinum, nokkri fangar, eða þeir sem voru krossfestið með honum, getur ekki stigið niður á krossinum og tekið okkur með. Og það var láfið, hann segði bara, ég býttu aðeins, þetta var gerist á sunnudaginn. Þannig að það allavega komið svoleiðis að hinni döðu, þeir fengu að heyra fagnaðar erindið og við eigum þetta erindi að ganga í hús drottins fyrir þá sem eru lífendur og döðir, fagnaðar erindi má hljóma og Jesús Kristur hann fær dýrðina. Við skulum rísa á fætur og við skulum biðja fyrir þessari samverustund að við mögum eiga hérna yndislegan dag frammi fyrir drottni og gleðjast saman. Gleymum því ekki að við erum í samfélagi hvert við annað og við Jesúm Krist. Drottinn, þakka þér fyrir að við blessa þig og tigna þig. Við þökkum fyrir gjöf þína, dauða þinn og upprisu. Við mögum fagna þig elskaði Herra, þú hrópaði það fullkomnað vegna þess að þú hefur unnið sigur í mikla og stóra fyrir okkur öll. Við mögum dvelja í þér. Leyfðu húsi þínu að breytast í lofgjörðarsal og hátíðarsal í Jesú nafni. Amen. Nú megið snú ykkur hvert að öðru og bjóða okkur annað velkomið og svo ætla að Kidda leið okkur fram í góðan sálm. Við lofum drottinn saman.
Við skulum heyra núna Guðspjallið. Við tökum það úr Lúkasa Guðspjallinu og 24. kapitula. Við skulum rísa á fætur í Jesú nafni. Og þetta á páskadegi. Við verðum vitni af því þegar Jesús Kristur komin út úr gröfinni og hann heldur á stað sem heitir Emmaus. Og Emmaus þýðir hinir forsmáðu eða fyrirlitnu. Hann fór til staðarins þar sem hinir smáu voru. Það var litið niður á hann. Og í 13. versinu segir: Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem 60 skeiðrúm frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gjörst hafði. Þá bar svo við, þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá: Hvað það sem þið ræðið svo mjög já, göngu ykkar? Þeir námu staðar, daprir í bragði, og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann: Þú víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað hefur verið að gjörast þessa dagana. Hann spurði: Hvað þá? Þeir svöruðu: Þetta Jesú frá Nasaret, sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. Æðstu prestarnir og höfðingjarnir framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann. Við vonuðum að hann væri sá leysa mundi Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Það hefur þá konur nokkrar úr vorum hópi gjört oss forvíða. Þær fóru árla til grafarinnar og fundu ekki líkama hans og komu og sögðu hann upprisinn. Og þann hafi séð engla í sín og sögðu hann lifa. Nokkri þeirra sem með oss voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagðum við þá: Ó, þér heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem spámennir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og að ganga svo inn í dýr sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámennunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Nú nálguðust þeir þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast af honum og sögðu: Vertu hjá oss, því að það kvöldar og það degi hallar. Svo bar við, en hann sat til borðs með þeim, að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Og þetta alveg stórkostleg saga, og hún svo ábyggileg vegna þess að þeir sem skrifa, Lúkas, hann þekkti þessa menn með nafni. Þeir nefndir með nafni. Hvað heldur að gerist í þínu lífi þegar þú mæti Jesú? Heldur hann þekkið með nafni? Þetta hann sér nafn okkar í hendi sér. Og það svo mikilvægt fyrir okkur þegar við komum til hátíðar og við erum að fagna frammi fyrir drottni, að þá vitum við: Hann persónulegur frelsari. Og við eigum persónulegan vin. Amen. Með bænarefni sem þið vilja að við minnum drottin á. Biðja bara fyrir kirkjunum allan heim. Það gífurlega ofsóknir akkurat núna. Já. Kongó, Indlandi. Já, ég alveg sammála Kitta. Og á 5. daginn, sumardaginn 1., þá ætlum við að vera mætt hér og hafa bænagöngu í bænum. Þórir, ætlar þú að leiða hana? Já, mæting hér, hvað klukkan 10? Komum, biðjum fyrir land okkur og þjóð. Það veitir ekki af. Og bænir þínar, þær heyrðar vegna þess að þú persónulegur vinur Jesú Krist. Ekki gleyma þeir í stöðu. Við eigum hann sem vin. Amen. Drottinn, í Jesú nafni biðjum fyrir land okkar og þjóð. Í Jesú nafni biðjum fyrir kirkjunni. Í Jesú nafni
þá biðjum við fyrir bræðrum okkar og systrum víða heiminn, Drottinn minn, sem þurfa að þola illt og að berjast trúar hana góðu baráttu. Gefðu þeim sigur, gefðu þeim kraft, Drottinn minn, gefðu þeim þrótt, elskaði Herra, gefðu líka að sjá þig. Ljúktu upp augu þeirra, Drottinn minn, gerðu við kirkjun í dag eins og gerði við Kleófas og þá sem að voru með þér á göngunni til Emmausar. Þú lugst upp augum þeirra. Þeir sáu hver þú varst, Drottinn minn, að sögurnar sem þeir heyrðu áður, það reyndust réttar. Drottinn, leyfðu kirkjunni að hvíla í þessari sannfæringu. Við erum að flytja réttan boðskap. Við erum með rétt fagnaðarerindi. Við erum með rétt skilaboð frá himninum. Við erum að boða þig sem krossfestan og upprisinn frelsar okkar. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og Drottinn, hann blessar ykkur og blessir sannarlega þessa samvinnustund og við skulum fagna frammi fyrir honum. Tómas tindur núna. Það eru samskotin. Við skulum taka samskotin. Það er alltaf blessun í því að taka kortin. Þið það við getum tekið alveg kortin og nota þau. Nei, þið bara gefið eins og þið viljið. Það er bara sagt svo. Guð blessar glaðan gjafara. Gefum af gleði. Sigur minn, gjörðu svo vel og svo biður bæn. Heilagi Faðir, við þakka fyrir að við fáum að koma saman á þessum heilaga upprisu degi. Við vitum allt gott kemur frá þér og nú fáum við tækifæri til að gefa aðeins tilbaka, þér til dýrðar og okkur til blessunar. Ég biði í Jesú nafni að þú tækir við því sem við höfum fram að færa. Amen. Amen. Hallelujah. We are going to hear this beautiful girl sing a wonderful song they sang yesterday. Sing now. They are describing Easter. A great light dawns in Galilee. Some say man, and some say king. Wonder-working rebel priest, Jesus Christ the Nazarene. He knew well what it would take to free us all from sin and grave. A perfect man would have to die, and only he could pay that price. Friday's good 'cause Sunday is coming. Don't whistle 'cause Sunday is coming. Whatever you're done, you better start running. Friday's good 'cause Sunday is coming. So we let those soldiers take him in, as his friend betrayed him with a kiss. There before the mocking crowd, like a lamb to the slaughter, didn't make a sound. Then he carried the cross to Calvary, and he shed his blood to set us free. As the nails went in and his
Friday's good 'cause Sunday is coming. Don't lose hope 'cause Sunday is coming. Devil, you're done, you better stop running. That's good. Friday's good 'cause Sunday is coming. Then he breathed his last and bowed his head. The Son of God and man was dead. With bloody hands, tears on their face, they laid him down inside that grave. But there was in the end, there was in the end, there was in the end. Let me tell you what happened next. The vermin came before the dawn to find the stone already gone. When they looked inside, the angel said, why you looking for the living among the dead? He's alive, he's alive. Hallelujah, he's alive. Give him praise, lift him high. Hallelujah, he's alive. He's alive, he's alive. Hallelujah, he's alive. Give him praise, lift him high. Hallelujah, he's alive. Hallelujah, hallelujah. Don't lose hope 'cause Sunday is coming. Hallelujah, hallelujah. Now Jesus reigns upon the throne. All heaven sings to him alone. We watch and wait like a bride for a groom. Oh, church, arise, he's coming soon. Thank you. Thank you. They're doing so good. They're doing so good. Shall we worship? Shall we worship? Amen. Amen. Are you happy? Are you happy? You know the story about the priest who was coming to a city to find another priest? You have to translate. And they had not met before. So the one guy asked, how can I know you when you're coming with the train? And he answered, well, we are priests, we know each other. So he showed up and we're waiting for this priest to come. And he wondered and was looking. And then he saw a guy. And he went to him and asked, are you the priest from? Oh, no, no, no. I just have terrible stomach pain. Well, that's the way of Christianity, to be humble, but we are joyful and we want to rejoice. So come on. Shall we stand up and just praise the Lord? Lord, we thank you for this beautiful day. Lord, we thank you for this wonderful day. Thank you for your blessing, for us to give blessing to each other. We bless your church. We bless Iceland. We bless Keflavik. We bless Faroe Island. We sing blessing out. Yeah, we bless all the world that you created. Come, Holy Spirit, your kingdom come and your will be done.
Yeah, your kingdom come and your will be done. As it is in heaven, so be it here on earth. Lord, we sing our blessing to our families. Lord, we bless our family, sons and daughters and parents. We bless everyone with the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Yeah, we worship you. We sing blessing to those who are in pain. And we praise you, Holy Spirit, and we ask for your joy. Come with your joy so we can celebrate freely. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Jesus, we love you, we love you, we love you. Shembarakainia Sandaralakorio say. Thank you for Calvary. Thank you for your blood. Thank you for your offer. Thank you for your victory. Hallelujah. Lord, we praise you. Oh, we praise you. We praise you. We praise you. Shababa mama rakenia sandara keriada. Shalababa rake. Shalakenia sandara kenia sha. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name. Cast my mind on Calvary. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands is free. My Savior on that cursed tree, his body bound. They laid him down in Joseph's tomb. He entered sealed by heavenly stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. The third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Then on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, raise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our
return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed in Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Yeah, come on, sing. Oh, we praise You. Oh, we sing a song of joy. We sing a song of joy. We worship in the Holy Spirit. We worship our King. 'Cause He is the King of Kings. He is the King of Kings. Hallelujah. Shalamaragai Shamaragandio se Remase Shalamarani Keriese Ramasorio Moshono. Come lift your voice. Just celebrate Jesus. Celebrate Easter. Come celebrate Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sherama serene media sharanana mase. Shelama sambarake. Lord, we praise You. Oh, we worship in Your name. We worship, hallelujah, in Your presence. Sing out Your kingdom. Sing out Your power. Sing out also our hope in You, Lord. You are our living hope, and we bless You. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of Jesus to the Lamb. And all who have gone before us, and all who will believe, sing the song of Jesus to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above them all. 1,000 generations, 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above them all. One more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, Your name stands above them all. And the angels cry,
Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We will sing the song forever and amen. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. All the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. For your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah, yes. You will be holy forever. And hear your people here in Reykjavik praise you. Hear the voices from the city to lift your name on high. Together with the angels we praise, together with those who have gone. Oh, we praise the King of Kings, we praise the King of Kings. Oh, hallelujah. From this time and forever and ever and ever. From this moment and forever and ever and ever. We worship you. We worship you. Kom, she
Let the Holy Spirit guide us and sing in spirit. Shirelai ponios den maturie. Shemai koridos yalama haidut yosto. Shidara kaiba samdorodato. Shenoria shenona mai miendo mamiendo rodonie se. Oh, we love you, we love you, we love you, we love you. Shainara kiria se. Shainara kiria se diasa. Shinara masambaraki. Yes, Jesus, we love you. We love to praise your name. We long to join all the world. We long to join all the people. And we praise you for all those who lift their voices these days and just sing the song. We bless and pray for those who are in persecution. But so many who are taken on the name of Jesus, we lift our voice in celebration. We lift our voice in celebration. Hallelujah, hallelujah. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of honor. God, you are worthy of glory. There is none like thee. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of God, you are worthy. There is none like thee. Thou who dwells in the midst of the cherubim, thou who surrounded by 24 elders, thou who is gazed upon by 4 living creatures and worshipped by the saints who go on. Together all the heavens sing this song. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of honor. God, you are worthy of glory. There is none like thee. Sing with me, thou who dwells in the midst of the cherubim, thou who surrounded by 24 elders, thou who is gazed upon by 4 living creatures and worshipped by the saints who go on. Together all the heavens sing this song. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of honor. God, you are worthy of glory. There is none like thee. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of honor. God, you are worthy of glory. There is none like thee. Even earth's glory and the glory of glories can't outshine you. Yes, hallelujah, amen. Even the heavens and the heaven of heavens can't contain you.
even the heavens and the heaven of heavens can't contain you. Hallelujah. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of God. God, you are worthy of glory. There is none like thee. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of God. You are worthy of glory. There is none like thee. Oh Lord, we praise your name. Hallelujah. Oh yes, there's none like you, Jesus. Oh our Father, we bless you on the high. Rasha Karabashalakerio. Shamarabashera Kamasa. Come, let's cry out of joy. Shimayabarabashalaka. Shakoramasame. Lakaria Sena Shara. Ola Shena Shamarake. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of God. God, you are worthy of glory. There is none like thee. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of God. Lord, you are worthy. There is none like Come, let's enjoy his presence. Come, let's enjoy his presence. Drink of his living water. Oh, Holy Spirit is flowing. Come drink. Come drink. Come drink. And be healed, be healed, be healed. Come, enjoy his presence. We love it, we love it, we love it. Yeah, we love it. We love your presence, Lord. We love your presence, Lord. Together with the angels, in the midst of the cherubims, in the midst of the elders and the creatures. Oh yeah, we raise our voice and bless your name. We raise our voice and sing from the heart. Jesus, we love you. Jesus, you are so holy, and you made me holy. You made me holy and righteous, and I praise you. Oh, I can't help it, but I have to praise him. I have to praise him. Hallelujah. Hear it. Oh, hear it. I have to praise my voice. I have to praise with my voice and lift my heart to Jesus. He is the King. He is the wonderful one. He is my Savior. He is my friend. He is my lover. He is everything. He is everything. There is none like thee. There is none like thee.
are worthy of glory. There is none like thee. One more time, come. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of God. God, you are worthy of glory. There is none like Isn't he lovely? Hallelujah. Amen. Að bjóða predikaran okkar velkomin. Það er búið að vera alveg yndislegu tími hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel. Hallelujah. He is risen. Hann upprisinn. Hallelujah. Let's just pray before we go into the Við word. skulum biðja saman áður en við förum inn í orðið. Heavenly Father, Himneski Faðir, we praise you. við lofum þig, We thank you við þökkum þér that you sent Jesus to this world að þú sendir Jesú inn í þennan heim to die for us on a cross, til að deyja fyrir okkur á krossinum, to open a new and living way into your presence. Þú opnaði nýjan lifandi veg inn í nærveru þína. Father, I praise you that Jesus was not, he did not remain dead, Takkaði fyrir það að Jesú, hann var ekki dauður í gröfinni, but you raised him from the dead heldur reistir þú hann upp frá dauðum with your power. með krafti þínum. That same power that you sent on the day of Pentecost. Sami krafturinn og þú sendir á hvítasunnudag, The power of the Holy Spirit. kraftur heilags anda. We thank you, Father, that you have given us your words Þakka þér Faðir að þú hefur gefið okkur orðið þitt, so we can come to know you. svo við getum þekkt þig. And we thank you for your Holy Spirit Þökkum við fyrir þinn heilaga anda that you have given. sem þú To hefur us. gefið okkur. Thank you, Father. He is the one that reveals the word of God to us. Þakka þér fyrir það að hann gefur okkur orðið þitt til okkar And he is the one that guides us og hann leiðbeinir okkur, and comforts us huggar okkur and strengthens us. og styrkir okkur. Thank you, Father, that your Holy Spirit is here this morning. Takk, Faðir, að þinn heilagi andi hér á þessum morgni And I pray og ég bið that you must work in the lives of people this að morning þú vinnir í hjörtum fólksins á þessum morgni so people can be set free og fólk megi verða frjálst. in Jesus' Í name. Jesú nafni. Amen. Amen. Praise you, Jesus. I'm going to read some scriptures from Matthew chapter 8. Ég ætla að lesa 18, sorry. 18. nokkra ritningar frá Matteusar Guðspjalli kapla 18. You see, Easter is the biggest celebration of the church. Páskarnir eru stærsta hátíð kirkjunar Because it reminds us of the death and resurrection of Jesus. vegna þess að þeir minna okkur á dauða og upprisu Jesú. Our whole Christian life Okkar kristna líf, stands and falls with two events in history. það stendur og fellur með tveimur atburðum í sögunni. It's the death of Jesus on the cross, Það dauði Jesú á krossinum and the other one is the resurrection of og Jesus hitt from the dead. upprisa Jesú Krist frá dauðum. Without those two,
án þessara tveggja viðburða, there is no Christianity. að þá engin kristindómur. Oh yes, you can have religion, Jú, þú getur haft trúarbrögð, but there is no Christian life. en það ekkert kristið líf. And there is no access to God. Og það engin aðgangur að Guði. You see, there is only one way to God, Það aðeins ein leið til Guðs. and that is through Jesus Og Christ. það í gegnum Jesúm Krist. And you have to go through his death and his resurrection Og in þú order verður to come to God. að ganga að hans gröf og hans upprisi áður en þú kemur inn í þetta líf. There is mainly one reason why Jesus came into this world. Það bara aðalega ein ástæða fyrir að Jesús kom í heiminn. It's because of sin. Það vegna syndar. It's because sin entered this world, Af því að syndin kom inn í heiminn and sin separated us from God. og syndin aðskildi okkur frá Guði. So the main reason why Jesus came into this world Svo eina ástæðan fyrir að Jesús kom inn í þennan heim was to die. var að deyja. To die for your sins Að deyja fyrir þínar syndir and mine. og mínar. He came to solve our biggest problem, Hann kom til þess að leysa okkar stærsta vandamál which is sin. sem synd. Because sin separates from God. Vegna þess að syndin aðskilur frá Guði. I'm going to read from the Gospel of Matthew. Og ég ætla að lesa frá Matteusar Guðspjalli. We know there are 4 Gospels, Þið vitið að það eru 4 Guðspjöll and they all describe the ministry and life of Jesus. og þau lýsa öll þjónustu Jesú Krist They do not, og they lífi are hans. not identical. Þau eru ekki endilega öll eins. There are 4 different men who wrote about his life Það and eru ministry. 4 mismunandi menn sem skrifuðu líf hans og þjónustu. And we are going to look at something that Matthew wrote. Og við ætlum að líta á svolítið sem Matteus skrifaði. This is a story that Jesus told. Þetta saga sem Jesús sagði. We call it parables, Við köllum þetta dæmisögur, but they are actually just stories to describe a spiritual truth. en þetta bara sögur til þess að lýsa andlegum sannleika. And this particular story that Jesus tells Og þessi sérstaka saga sem Jesús segir, describes very well the situation that all mankind is in. hún lýsir vel því ástandi sem mannkynið í. It's actually a mini story of man's story. Þetta svona mínisaga mannkynsins. And it says, we're going to read from verse 21 Og við lesum frá versi 21 to 27. til og með 27. 21 says, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Svo þá gekk Pétur til hans og spurði, Herra, hve ofta á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörði við mig, svo sem 7 sinnum? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Jesús svaraði ekki segja 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Jesus was always extreme. Jesús var alltaf svolítið öfgakendur. 23 says, Therefore, and then Jesus begins to talk. 23 segir And he starts to tell a story. að þá byrjar hann að segja okkur sögu. And he says, Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. Því líkt himnaríkjum konung sem vildi láta þjóna sína gjöra skil. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður skuldaði honum 10.000 talentur. 10,000 talents is a huge amount of money. Það var miklir peningar. Og I don't know how this man came to owe him 10,000 talents. Ég veit ekki hvernig þessi maður kom sér í þessa skuldarstöðu. I don't know what he had done to come in the situation to owe so much money. Ég veit ekki hvað hann hafði gert til að koma sér í þessar kringumstæður að skulda svo mikið. Some commentators say that 10,000 talents was more money than the whole area, the whole country got in taxes. Já, sumir álitsgjafar segja að þetta hafi verið meiri peningar heldur en bara allt héraðið hafði til umráða. So this one man owed more than the state budget, you could say. Svo við getum sagt að hann
Hann skuldaði meira heldur en fjárlög ríkisins. But what Jesus tries to tell us is that this man was in a hopeless situation. En það sem Jesus að reyna að segja okkur að þessi maður var í vonlausum kringumstæðum. I don't know what you have done in your life to come to maybe a hopeless situation. Ég veit ekki hvað þú hefur gert í þínu lífi til að koma þér í vonlausa kringumstæður. But Jesus is the answer for you. En Jesus svarið fyrir þig. So, he goes on and says, this man owes so much that it's impossible to pay. Hann heldur áfram og segir, þessi maður skuldar svo mikið að það er ómögulegt að greiða. In verse 25 it says, and since he could not pay. Og vers 25 segir, sá gat ekki borgað. And since he could not pay. Og fyrst hann gat ekki borgað. He could not pay. Hann gat ekki borgað. He could not pay his debt. Hann gat ekki borgað. No wonder. Ekki að furða. And because he could not pay, his master ordered him to be sold. Að þá fyrirskipaði meistarinn hans eða konungur að hans skildi seldur. Not only him, but with him his wife and children, Ekki and bara- all that he had, and Ekki bara payment hann, to be made. heldur konan og börnin og allar eigur hans. So because he couldn't pay, Af því hann gat ekki borgað, he was ordered to be sold. að þá átt að selja hann. Because he couldn't pay, Af því hann gat ekki borgað, he was sold. þá var hann seldur. I want you to remember that Mér sentence. langar að bara muni þessa setningu. It says in verse 26, so the servant fell on his knees, Hann segir í versi 26, þá fjall þjónninn til fóta honum, imploring him, have patience with me, Og- and I will pay you everything. sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. This master knew that you are never going to pay me. Þessi meistari, eða konungur vissi að hann var aldrei borgunamaður. Your situation is hopeless. Þína kringumstæður eru vonlausar. So it says in 27, and out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. Og í 27 segir, herra þjónsins kendi brjóstum hann, let hann lausan og gaf honum upp skuldina. This servant had come in a situation that was hopeless. Hann var komin í vonlausa kringumstæður. His debt was much bigger than he could repay. Skuldirnar voru miklu meir en hann gæti nokkru sinni borgað. Now I want you to remember that Jesus does not talk about money in this Og parable. Jesús ekki endilega að tala peningana í þessari dæmisögu. The truth that he tries to convey here Það sem hann að reyna að koma til skila is spiritual. andlegur There sannleikur. is a spiritual truth in this Það parable. andlegs frásögn hér. So the debt he talks about is of a spiritual nature. Svo að skuldirnar sem hann að tala hér eru í andlegum skilningi, getum við sagt. And this servant was not able to pay. Og þessi þjónn var ekki fær að greiða. So he was sold. Svo hann var seldur. I want you to remember that word because I'm going to talk about two words this morning Ég vil að þið munið þetta eftir þessu orði vegna sem ég ætla að tala 2 orð á þessum morgni. that describe what happened on the cross Það sem gerðist á krossinum and why the cross was necessary. og af hverju krossin var nauðsynlegur. And the first word I'm going to talk a little bit Og about fyrsta orðið sem ég ætla að tala is the word sold. orðið seldur. Let's read a verse from Romans chapter 7. Lesum hérna eitt vers úr Rómverjabrefinu kafla 7. Just one verse in verse 14. Vers 14. It says, for we know that the law is spiritual, but I am of the flesh. Við vitum að lögmálið andlegt en ég holdlegur. Then he says, sold under sin. Síðan segir hann seldur undir syndina. It's the same expression. Sama líking. Paul says, I was sold under sin. Páll segir ég var seldur undir syndina. Sin was above me. Syndin var yfir mér, I was under. ég var undir. The meaning of that is that sin had power over me. Og þetta þýðir að syndin hafði vald I was yfir under mér. the dominion of sin. Ég var undir valdi syndarinnar. There was no way out of it. Það var engin leið út úr því.
Commentators say that the word sold in this verse Álitsgjafar segja að orðið seldur hér is a Greek word that was used to describe a slave market. sé grískt orð sem var notað á þrælamarkaði. So the description here is Lýsingin is a transfer of ownership þýðir að það verið að skipta eigendur hér. from one master to another. Þú fer frá einum eiganda til annars. But you can ask, when was man sold? Og þú getur spurt, hvenær var maðurinn seldur? Man was sold under sin when Adam and Eve sinned and let sin into this world. Maðurinn var seldur syndin á vald þegar Adam og Eva synguðu og So færðu all syndin inn í heim. mankind came to be under Svo sin. allt mannkynið var fært undir vald syndarinnar. And there was no way out. Og það var engin leið út. Man was not able to pay that debt. Maðurinn gat ekki greitt þessa skuld. God views all mankind as slaves. Guð vissi að allt mannkynið var í þrælahaldi. And there's no way we could do anything to get out of it. Það var engin leið að komast út því. Now, just as a side talk here. Bara hérna smá til hliðar. We as the church have taught for hundreds of years Við sem kirkja höfum í hundruðir ára kennt. have taught that man is under sin, Við höfum kennt það að maðurinn sé undir valdi syndarinnar. under the dominion of sin, Undir valdi syndarinnar. even the Christians. Jafnvel kristnir. So there's nothing to do. Svo það ekkert að gera. There's no way we can do anything Það engin leið að við getum gert nokkuð skapaðan hlut. because we are all under sin. Vegna þess að við erum öll undir valdi syndarinnar. And it has for years changed our attitude towards sin. Og í gegnum árin hefur þetta breytt afstöðu okkar til syndarinnar. To the point where we still sin. Á þann stað við erum farin að afsaka syndina. Because we cannot do anything. Af því við getum ekki gert neitt. I had a good friend, or I have a good friend. Ég á góðan vin This is many years ago. fyrir mörgum árum síðan. That told me that we sin every minute of the day. Sem sagði mér það að við syngum á hver einustu mínútu dagsins. I had been saved a few years before. Og ég hafði verið frelsast nokkrum árum áður. And I looked in his eyes and I said, Og ég really? horfði í augun hans og sagði, virkilega? I do not sin every minute of the day. Ég synga ekki á hverri mínútu dagsins. I don't sin every hour of the day. Ég synga ekki á hverjum klukkutíma. Sometimes I do not sin for a whole day. Stundum synga ég ekki bara heilan dag. He could not understand that Og hann gæti ekki skilið það. because he was so formed by this teaching that everyone is under Hann var sin. svo gegnsýrður af þessari kenningu að allir væru undir valdi syndarinnar. There, if you read Romans chapter 7 and 8, Ef þú lest Rómverjabréfið 7 og 8, it teaches us þá kennir það okkur that the law of Moses cannot free us from sin. að lögmál Móse getur ekki frelsað okkur frá synd. It's not the purpose of the law. Og það heldur ekki tilgangur The lögmálsins. purpose of the law is to remind us of sin Tilgangur lögmálsins að minna okkur á syndina and to condemn us, og til þess að dæma okkur, not to save us from sin. ekki til að frelsa okkur frá synd. Because no one is able to keep Vegna all þess the law. að enginn getur haldið allt lögmálið. And then here in Romans 7:14 he says that the law is spiritual, Svo hér í Rómverjabréfinu 7:14 segir hann, lögmálið andlegt, but I am carnal. en ég holdlegur. So the law is not to blame for our state. Svo að það ekki hægt að ásaka lögmálið fyrir ástand okkar. Sin is to blame for our state. Við getum ásaka syndina fyrir ástand okkar. The law came so the law could tell us, show us that we had a problem. Lögmálið kom til að sýna okkur að við hefðum vandamál. The purpose of the law was to lead us to Christ, actually. Tilgangur lögmálsins var að leiða okkur til Krists. That's what Paul talks about in Galatians. Það sem Páll talar í Gálatabréfinu. So man was sold under sin. Svo maðurinn var seldur undir syndina.
and we could not do anything about og it. við gátum ekki gert neitt í því. We were not able to pay, Við vorum ekki færum að greiða. just like that servant in that parable. Alveg eins og þjónninn í þessari dæmisögu sem við lásum. Let's read another scripture in Galatians chapter 3. Lesum eina ritningu í Galatabrifinu kafla 3. Galatabrifi 3. It says in verse 10, Það segir í versi 10. For all who rely on works of the law are under a curse, for it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. En bölvun hvílir á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum. Því ritað bölvaður sá sem ekki heldur fast við allt það sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. So all that rely on works are under a curse. Svo að allir sem reiða sig á verk, þeir eru undir bölvun. I want you to notice the word under. Og mér langar að þið taki eftir þessu orði undir. Romans 7 talked about we were sold under. sin. Rómarbréfi 7 segir við vorum seld undir. Galatians says we are under a curse. Galatabrif segir við erum undir bölvun. And there are many other places that we are not going to read that talks about this picture. Curse, sin is over, we are under. Já, og það eru margir aðrir ritningarstaðir sem tala þetta að við erum undir og undir bölvun eða synd. But here it says that everyone that rely on works is under a curse. En hér segir að hver sem ætlar að reiða sig á verk So I undir don't care bölvun. what you have done. Og mér sama hvað þú hefur gert, I don't care who you are. mér sama hver þú ert. You are not able to save yourself. Þú ert ekki fær að frelsa sjálfan þig. There is no way you are going to pay that debt. Það engin leið að þú getur greitt And if you þessa skuld. and if you rely on what you can do, Og ef þú ætlar að reiða þig á það sem þú getur gert, if you think that you are so good, ef þú heldur að þú sér svo góður, God is going to make an exception for you, að Guð gerir undantekningu fyrir þig, you are under a curse. That's þá what ertu the undir Bible bölvun, says. segir Biblían. He was not able to pay. Hann var ekki fær að greiða, That's why he was sold. þess vegna var hann seldur. He was not able to pay, Hann var ekki fær að borga, so he was sold. hann var seldur. That is the story of Það sagan. all the humans. Það saga mannkynsins. But is there no hope then? Engin von þá? Let's read another scripture here in chapter 3. Lesum aðra ritningu hér í kapla 3 Galatabrifinu. It says in verse 13, Það segir í versi 13. Christ redeemed us. Redeem means to buy. Kristur keypti oss. Kristur keypti okkur. Christ bought us. Kristur keypti okkur. Now, that is the second word I want to look at today. Þetta annað orði sem að ég vil að við The lítum first á í one, dag. sold, Fyrsta var seldur, shows the situation all the world is in. sýnir ástandi sem allur heimurinn í. Sold as a slave, Seldur sem þræll, spiritually speaking. andlega talað. But the second word I want to look at En today orð nummer 2 sem ég vil að við skoðum í dag is the word bought, orðið keyptur. because that's hope, Vegna þess að þar kemur vonin. that's freedom. Þar frelsi. And he says in verse 13 here, Christ bought us from what? Hann segir hér, Kristur keypti okkur frá hverju? In verse 10 he said, everyone that relies on work is under a curse. Vers 10 segir, allir sem reiða sig á verk undir bölvun. But here it says Christ redeemed us or bought us from the curse. En hér segir að Kristur, hann endurleist okkur eða keypti okkur undan bölvun. And he redeemed us or bought us from the curse of the law. Hann leist okkur eða keypti okkur undan bölvun lögmálsins. It means to buy or to set free. Það þýðir að kaupa eða frelsa. And then he says, Og síðan segir hann, by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs. með því að verða bölvun fyrir oss því að ritað bölvaður hver sá sem á tré hangir. So how did God buy us from sin?
Hvernig keypti Guð okkur frá syndinni? The Bible uses two words Biblían nota 2 orð to describe the transaction or the transfer Biblían from nota one state to another. Já, Biblían nota 2 orð sem lýsir þeirri umbreytingu sem á sér stað. One is sold, Annað sold, Að and the other selja. one is bought. og hitt að kaupa. It's a business transaction, you can say. Þetta eru viðskipta orð. If you have something I would like, Ef þú hefur eitthvað sem mér líkaði við and I come to you and I say, I would like to have what you have, og ég kem til þín og segi ég vil eignast það sem þú átt. how much do you want for it? Hvað mikið viltu fá fyrir það? And then I can pay you whatever you Og want. þá get ég bara borgað þér svo mikið sem þú vilt. And whatever you have is then mine. Og hvað sem þú hefur þar þá mitt. That's what happened at the cross. Og það það sem gerðist á krossinu. We were sold, Við vorum seld, we were under the ownership of sin, við vorum undir syndin átt okkur, var eigandi að okkur. but God came in and paid the price for us. En Guð kom inn og greiddi gjaldið fyrir We were okkur. not able to pay, Við vorum ekki færum að greiða. but God was able. En Guð gat greitt. And He paid the price for sin Og hann greiddi gjaldið fyrir syndina by letting Jesus die for us. með því að láta Jesú deyja fyrir okkur. And it says that He bought us from the curse of the law. Og það segir hann keypti oss undan bölvun lögmálsins. Actually, in the Greek, it says He bought us from under the curse of the law. Það segir á grískunni að hann hafi tekið okkur undan bölvun lögmálsins. How? Hvernig? By becoming a curse Með því að verða bölvun for us. fyrir okkur. Now, here it says He Hér segir- became a curse for us. Að hann hafi orðið bölvun fyrir okkur. But the interesting thing in the Greek En athyglisvert í grískunni is that it talks about buying us from under the curse það talað að kaupa okkur undan bölvunni by becoming a curse með því að verða bölvun over us. yfir okkur. That is the literal, Það what the literal says. sem sagt You can look it up. þýðingin, þið getið fletti upp. So the way Jesus bought us from the curse of the Svo law að aðferðin sem Jesú notaði til að kaupa okkur undan bölvun lögmálsins was to become a curse above us. að verða bölvun yfir okkur. So we were under the curse, you know. Við vorum undir bölvunni. Jesus came in between the curse and us. Jesús kom milli bölvunarinnar og okkar. And the curse Og fell bölvunin on him instead of us. lenti á honum í That's stað how he okkar. took upon himself the Þannig tók punishment hann that we should á have. sjálfan sig refsingur okkar. That's how he paid for us. Þannig greiddi hann fyrir okkur. You remember I talked, I think, on Friday Munið að ég talaði á föstudaginn, in John chapter 3, verse 36. Jóhannes 3:16, At he nei who- 36, He who does not believe, sá sem trúir ekki, he will remain under God's wrath. hann mun verða undir reiði Guðs, So we are all under God's wrath svo að við erum öll undir reiði Guðs, until Jesus comes and places himself above us. þar til Jesús kemur og staðsetur sig fyrir ofan okkur. So what he actually says is that whatever you owe, Svo hvað sem þú skuldar, I will pay. mun ég borga. If you have deserved punishment, Ef að þú átt að taka út refsingu, I will take that punishment. þá tek ég þá refsingu. If you are guilty, Ef að þú ert sekur, I will take that guilt on me. þá tek ég þá sekt I á will mig. take your shame on me. Ég tek skömmina þína á I mig. will take your sin on me. Ég tek syndina þína á I mig. will take your sickness on me. Ég tek sjúkdóma þína á I mig. will take your pain on me. Ég tek sársökan þína á mig. You get the picture? Náið þið myndinni? So, on the cross, Á krossinum, God revealed his attitude towards sin. þá
opinberaði Guð viðmót sitt gagvart syndinni. But he also revealed his attitude toward man. En hann opinberaði einnig viðmót sitt til mannsins. On one side, God judged sin, Annars vegar dæmdi Guð syndina, and on the other hand, you can see his love for man. hins vegar getur þú sé kærleika hans til mannsins. So when people say that, oh, God's love saved us all. Settu. God's love saved us all. Svo þegar fólk segir Guðs kærleikur frelsað okkur öll, The only thing we needed was love. allt sem við þurftum var kærleikur, It's wrong. það rámt. Love motivated God to pay the price. Kærleikurinn innblés Guð til þess að greiða gjaldið. But love was not enough in itself. En kærleikurinn var ekki nóg í sjálfu A sér. sacrifice had to be made. Það þurfti að færa fórn. A payment had to be Það done þurfti að greiða gjald in order for God to buy us back. fyrir Guð til þess að kaupa okkur tilbaka. Praise God. Til sé Guði. It says that Christ redeemed or bought us. Það segir að Kristur endurleisti eða keypti okkur. He doesn't say that he is going to buy us in the future sometime. Það segir ekki hann ætla að kaupa okkur í framtíðin einhver tíman. He did that 2,000 years ago. Hann gerði það fyrir 2000 árum. So the day you accept Jesus as your Savior and Lord, Svo á þeim degi sem þú meðtekur Jesús sem frelsara og drottin, you will come under him, þá kemur undir hann and the curse will be above Jesus. og bölvun á Jesú. So you will come under his umbrella. So Svo þú kemur undir hans reglíf. all right? Praise Lagi. God. Praise Fyrir God. sé Praise Guði. God. There is a story, I'm going to end with this. Það saga, ég ætla að enda á þessu, There is a story that Stanley Jones tells about. sem að Stanley Jones segir frá. It's a story from Formosa, I think it's Taiwan today. Og ég held að þetta sé frá Taiwan. Tævan í dag, já. And this is hundreds of years back. Og þetta eru hundruðir ára aftur í tíman. He said there was a kind emperor that ruled his people. Það var vinalegur keisari sem ríkti yfir fólki sínu His name was Goho. og hann hét Goho And he wanted to abolish human sacrifice. og hann vildi afnema manna fórnir. You see, they had sacrificed human beings to their gods Þeir fórnuðu mönnum til guða sinna in order to have rain til þess að fá regn and crops and all those og things. uppskeru, But he abolished it. en hann afnam það. But after some time, En eftir einhvern tíma, they got a drought. þá Drought, no rain, kom no þurrkur. crops, Já, þá kom þurrkur og engin uppskera, no food. engin fæða. And now the pressure was on him to sacrifice human beings. Og nú kom þrýstingur að færa manna fórnir. Because many people thought it was a result of the fact that they had stopped sacrificing. Vegna þess að margir héldu að þetta væri ástæðan fyrir því að þeir hefðu stoppað mannafórnina, nú væri komin þurrkur. So the emperor said, Svo keisarinn sagði, okay, you will get your sacrifice. ok, allt í lagi, þið fáið ykkar fórnir. Tomorrow morning at dawn, you should go into the forest. Á morgun í dögun skuluð þið ganga inn í skóginn And you will find your victim, your sacrifice. og þið finnið fórnarlambið ykkar þar. And he will be tied to Og a hann tree, mun vera bundin við tré and he's going to wear a red robe. og hann mun, hann verður í rauðri skikk. And when you find him, Og þegar þið finnir hann, when you find your victim, þegar þið finnir fórnarlambið, your sacrifice, fórnin ykkar, you kill it right away þá drepið hann samstundis and sacrifice it. og fórnið honum. So the morning after, Svo á morgunin eftir they hurried into the woods, flýttu þeir sér inn í skóginn and just like the emperor had said, Og they eins og- found their victim. eins og keisarinn hafði sagt fyrir þá fundu þeir fórnarlambið. Sure enough, there was a person tied to a tree in a red robe. Það var maður þar, persóna bundin við tré í rauðri skikkju. They killed him Þeir drápu hann right away, samstundis and when they took the robe
of this victim, og þegar þeir tóku reipið af fórnarlambinu, they found that it was their beloved emperor. þá fundu þeir það út að þetta var þeirra elskaði keisari. And that was the thing that stopped human sacrifice. Og það var það sem stoppaði mannafórnir. What his laws could not do, Það sem his law. Já, það sem lögmáli hans gat ekki gert, he did by his death. það gerði hann með sínum dauða. He had greater effect on his people by dying, Hann hafði meiri áhrif á fólki sitt með því að deyja compared to all the laws he had passed. í samanburði við öll lögin sem hann hafði sett þeim. So later on, wearing a red robe was a sign of a changed life. Svo seinna að þá var þetta að klæðast rauðri skikkju, það þýddi að það var breytt líf. And many men, they threw off their fancy robes and put on a red robe. Og margir klæddust úr sínum fínu skikkjum og klæddust rauðri skikkju. And by saying that, or by doing that, they were saying, I'm a go-ho person. Og með því að gera svo þá er þeir að segja, ég go-hope manneskja. Now, Jesus did the same thing. Jésús gerði því sama. We needed someone to pay the price. Við þurftum einhvern til að greiða gjaldið. And God looked and said, no one of you is qualified to pay the price. Guð leit niður á jörðinu og sagði, það er engin hæfur til þess að færa þessa fórn. So Jesus said, I can pay the price. Svo Jésús sagði, ég get greitt þetta So gjald. the Creator paid the price for his creation. Svo skaparinn borgaði skuldina fyrir sköpun sína. By letting the creation kill him Með því að leyfa sköpun sinni að drepa hann on a cross. á krossi. And they didn't know Og þeir vissu ekki what he did was for them. að það sem hann gerði var fyrir þá. Now, that's what Jesus has done for you. Það er það sem Jésús hefur gert fyrir þig. That is the only way to be free, Það spiritually er speaking. eina leiðin andlega tala til þess að verða frjáls. That is to come to Jesus. Að koma til Jesú. Now, Nú, sequels are interesting. Have you read a book that is really good and then suddenly there is a sequel, hvað er þetta síðan? something that comes after? The next, number 2. Já, framhaldssaga, já. Yeah. Ok, já, framhaldsögur eru interessant. Yeah. Áhugaverðar. So if you read a really good book Ef þú lest góða bók and suddenly do you discover there is a sequel from og it. skyndilega gerur þið grein fyrir að það er eitthvað framhald And I'm always excited to see if the sequel is just as good. og ég alltaf spenntur að sjá hvort framhaldi jafn gott. Now there is a sequel to the story in Matthew chapter 18. Og það framhald á sögunni í Matteus 18. So let's go back. Svo This við is going skulum to be the fara last thing aftur I í do this Matteus morning. 18. It says in Matthew chapter 18, we read verse 27, but let's read from verse 28 now. Við lásum Matteus 18 til 27 en lesum núna vers 28. I don't know how it starts in Ég Icelandic, veit ekki hvernig það byrjar á íslenskunni, but in English it says but. en á enskunni segir en. We had a really good story before. Það var góð saga hérna á undan. We had a servant that was released Það and var forgiven. þjónn sem var leystur og honum var fyrirgefið. He was free. Hann var frjáls, He was saved. hann var frelsaður, But en buts can be really good, but they can be really en bad geta too. verið mjög, þau geta verið góð en líka slæm. But when the same servant, En þegar þessi sami þjónn, the saved, þegar þjónn forgiven þessi, servant, þegar þessi fyrirgefni þjónn, but the same servant, þessi þjónn, sami þjónn, he went out. hann kom út, He found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. þá fann hann eitt samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. That is less than 3 months' wages. Og það minna en 3 mánaða laun. So this servant who owed so much money, it's impossible for a man to pay all his life. Svo að þessi maður sem að skuldaði svo mikið að það var ógerlegt að greiða það
allt hans líf and he was forgiven. og honum var He fyrirgefið. goes out and finds another servant that owes him 3 months' wages. Nú fer hann út og finnur annan þjón sem skuldar honum 3 mánaða laun. And seizing him, he began to choke him, saying, "Pay what you owe." Og hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga það sem þú skuldar. So his fellow servant fell down and pleaded with him, "Have patience with me and I will pay you." Samþjónn hans féll þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. Just the same prayer that the other guy had. Sama bæn og hinn hafði áður flutt. But here's the difference. En hér munurinn. It says in verse 30, he refused Það segir í versi 30, and went and put him in prison hann vildi ekki, heldur fór og let varpa honum í fangelsi, until he should pay his debt. uns hann hefði borgað skuldina. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Samþjónar hann sá hvað orðið var, urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Then his master summoned him and said to him, "You wicked servant, Konungurinn kallar þá þjóninn fyrir sig og segir, illi þjónn, I forgave you all that because you pleaded with me, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. and should you not have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. Og konungur var reiður og afhenti hann böðlunum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Oh, this is a terrible sequel. Þetta hræðileg saga. And it says in verse 35, Hann segir í versi 35, "So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your þannig mun og faðir yðar himnesku gjöra við yður nema hver og einn það fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Now, it's fantastic what Jesus did for us. Það stórkostlegt það sem Jesús gerði fyrir okkur. He forgave us. Hann fyrirgaf okkur. He saved us. Hann frelsaði He okkur. delivered us. Hann leist okkur. He paid our debt. Hann greiddi skuldin okkar. But how often do we go out into life En hversu oft förum við ekki út í lífið and we meet a fellow brother og við hittum einhvern samþjón okkar that asks us forgiveness sem bað okkur fyrirgefningar and we tell him, "No, og við segjum nei, you pay me whatever. þú borgar þar sem þú I skuldar. don't like you. Mér líkar ekki við I þig. will not forgive you." Ég mun ekki fyrirgefa þér. Well, it's a sobering thought. Þetta vekjandi umræða. It's part of the same story. Þetta hluti af sömu sögu. So it should change the way we think about others. Svo það ætti að breyta því hvernig við hugsum til annara. The cross Krossin tells us what God has done for us, segir okkur hvað Guð hefur gert fyrir okkur, but it should affect us how we treat others. en það ætti að hafa áhrif á hvernig við komum fram við aðra. The same salvation, the same forgiveness Sama fyrirgefning, sama hjálpræði that we have received, sem við höfum meðtekið, we should freely give to others. við ættum frjálslega að gefa öðrum. We should go out and tell people your debt has been paid. Við ættum að fara út og segja fólki skuld þín hefur verið greidd. Oh, but I owe you 3 months' wages. En ég skuldaði 3 mánaða laun. Oh, forget about that. There is Glemdu another því. one who will forgive you 1,000,000 times that. Já, það annar sem myndi fyrirgefa þér milljónsinnum það. So don't let us not be so focused on the details, Svo verum ekki svo upptekin af smáatriðunum. but let us see the big picture, Sjáum stóru myndina, what Jesus has done for það us, sem Jesús hefur gert fyrir okkur. and let us use our time to tell others about it. Og notum tíma okkar til að segja öðrum frá því. But you don't know what he did to me. En þú veist ekki hvað hann gerði mér. That's a hindrance to so many Christians. Það hindrun fyrir svo marga kristna. Someone said something to you 40 Einhver years ago, sagði eitthvað við þig fyrir 40 árum and you cannot come over it. og þú kemst ekki yfir það. Forget it. Glemdu því. Don't be like that servant. Ekki vera eins og þessi þjóð. Praise you, Jesus. Dýr sé Guði. Dýr Amen. sé So- þér, Jesús. Yeah. Amen. So, can we stand up? Getum við I risið á want us fætur. to just pray Mér langar að við byggjum saman and just think about Jesus og hugsaum Jesú
what he did on the cross for you, það sem hann gerði á krossinum fyrir þig, and let our hearts be filled with thanksgiving. og leifum hjörtum okkar að fyllast af þakkar gjörð. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Father. Þakka þér, Faðir. Father in heaven, Faðir á himnum, we praise you for Jesus. við þökkum þér fyrir Jesú. We praise you for the Við cross. lofum þér fyrir krossin. We praise you for the resurrection. Lofum þér fyrir upprisuna. We praise you that you took upon yourself Lofum þér fyrir að þú tókst á þig sjálfan. all our sin, Allar okkar syndir. all our sicknesses, Allar okkar sjúkdóma. all the darkness that was Allt around us, myrkrið sem að all the hefur umlukið depression, okkur. Öll þingsli. all our pains. Allan sársaukan. You took upon yourself Þú all those tókst það á things. sjálfan þig, alla þessar hluti. You did it for us Þú gerði það fyrir okkur, so we could have peace. svo við getum átt frið. Father, I praise you for it. Það ég lofa þig fyrir það. Father, I ask that those that are here this morning, Ég bið að þeir sem eru hér á þessum morgni, that we become people að við verðum fólk, of the gospel. fagnaðar erindisins. People who want to share the gospel, Fólk sem vil miðla fagnaðar erindinu, the good news góðu fréttunum, that you can be free. að þú getur orðið frjáls. Praise you, Jesus. Dýr sé þér Jesús. Praise you, Jesus. Dýr sé þér Jesús. Praise you, Jesus. Amen. Praise you, Jesus. Amen, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, rakarabaradarasidi. Halleluja. Oh, Takk, drottning. Jesús. If there is anything wrong with your head this morning, Ef það eitthvað að í höfðinu á þessum morgni, in your head it can be physical or mental, ef það eitthvað annarkvort líkamlegt eða andlegt, it can be sickness, it can be verið sjúkleiki, it can be pain það getur verið sársauki or challenges, eða áskoranir, things that you are bound by. eitthvað sem þú ert bundin af. If there's anything wrong, if you have a problem in your head, Ef þú hefur eitthvað vandamál í höfðinu, I would ask you to come to the front and I would like to pray for you. þá vil ég biðja þig að koma hérna fram og mér langar að biðja fyrir þér. So while Thomas is going to sing a Svo song or meðan something, Tómas kemur hérna og byrjar að syngja, if you have something wrong with your head, Ef- eyes, ears, whatever, það eitthvað rangt, eitthvað að í höfðinu, I would welcome you down front here and I þá will vil ég pray bjóða for you. þig velkomin og ég ætla að biðja fyrir þér. Amen.